Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Þú ert að hlusta á Sportþáttinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Já, Sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og eins og ég sagði við ykkur áðan þá ætlum við að fara að skella okkur yfir í keiluna. Orðið svolítið síðan að við tölum hana síðast en á línuna komin hún Jóhanna Ás Guðjónsdóttir sem að sigraði á Íslandsmóti unglinga í keilum helgina og hún á skaganum hjá Ía. Komdu blessuð og sæl. Sæll vertu. Herru, til hamingju með sigurinn. Takk fyrir það. Herru, þetta nú ekki þín fyrstu verðlaun í keilu? Nei, þetta ekki mín fyrstu verðlaun. Nei, þú veist ekki, hefur nokkuð tölu á því hvað er búin að vinna oft í keilu? Ég bara manna það ekki, ég veit það ekki alveg. Þetta alltaf, já, ég er búin að vera í þessu bara mjög mörg ár og hef veldi ég unnið flest árin, eitthvað. Svo við byrjum á því að, já, hvað ertu gömul? Ég er að verða 18 ára þessu ári. Og hefur verið í keilu bara alla tíð? Já, bara næstu því, bara fjölskylda mín er öll í þessu og ég bara ákvað að fara líka í keiluna. Og er ekki, já, þú og foreldrarinn eru ekki inn í þessu fjölskyldu í keilu? Nei, pappi minn er í keilunni og tvíburabróðir minn líka. Já, og hann vann líka til veluna? Hann vann til veluna, mjög stolt af honum. Já. Mjög stolt af honum. Þannig að, já, svona hobbyin ykkar í fjölskyldinni, það snýst bara um keilu kannski? Já, það er eiginlega þannig. Já. En svona ef ég spyrja með, já, hvað ertu að æfa oft í keilu? Ég er að æfa tvissunum á morgunæfingu ég er í afreiðsréttabraut í skólanum mínum og svo fer ég held ég fari svona 4 sinnum í viku á kvöldin og tek oft aukaæfingar með. Þannig að það er ekkert gaman að fara með þér í keilu, svona vilja vinniðinni nokkuð fara með þér í keilu, því að þú kannski vinnuðu þar. Þau spyrja mig mjög oft að fara í keilu og ég tek þau alveg mörgum sinnum með mér æfingar og förum ofta að spila aðeins keilu. Það er bara gaman. En já, hvað þarf til þess að vera góður í keilu? Því að þetta er það ekki svona reynir jafn mikið á líkamlega eins og andlegu hliðina líka, er það ekki? Þetta reynir mest á andlegu hliðina. En ég held að þau bara einbeitingu og bara, já, bara þolinmæði og bara ekkert æsa sig þó að illa gengur. Já, þetta er náttúrulega, maður finnur það nú sjálfur þegar maður fer í keilu að maður missir nú oft einbeitinguna þegar maður er að tapa. Já, það gerist. Já. En, já, það er ekki nóg fyrir þá sem fari keilu að miða bara á miðjun og kasta keilunni. Nei, það stýst meira bak við þetta. Það er mismunandi kjarnar í kúlinni og olíur á brautunum sem gera verkum að kúlaðin kannski beygir minna og meira og þannig þetta er svona hugsa mjög vel út frá þessu. Þeir hafi verið heppin hérna á skaganum í getinu tíðin eða ekki að eiga keiluhöð og það hefur alltaf verið svolítið stemning fyrir keiluhöð þarna. Já, það er bara, ég held bara náttúrulega hverju árið þá koma skagamenn með velun og foreldrar og skagafólki sjálft er mjög gott að koma og styðja okkur og vera bara til staðar. Þannig það er bara frábært. En já, það virðist sem að þetta er náttúrulega íþrótt sem að þarf mikla æfingu til þess að ná árangri. Já, það er satt. Ég er búin að vera í þessu ég held ég búin að vera í þessu 8 ár og svona rétt núna þá þess ég verið loksins komið nógu góðan árangur til að, já, bara gera bara allt ýmislegt. En já, kannski þú getur útskýrt fyrir okkur að það er náttúrulega hvernig svona keilukeppni fer fram kannski, þú veist, fyrir þá sem er að keppa kundana. Er þetta alveg eins og þegar maður er að fara með fjölskyldinu bara að taka einu umferðið eða það eru nokkra umferðið eða ekki? Já, það er spilað eins og þessi keppni þá var spilað 6 leikir á hverjum degi í 2 daga og hvað ég segir já, 6 leikir og svo bara tekið svona ykkur heildatala eða eitthvað? Já, tekið bara heildarskorið þitt og svo sem hæðst kemur í svona úrslit
og svo spila bara, já, eftir því. En hvernig með ykkur tvíbura systkinin, sem að bróður þinn hann Gunnar Ingi, eru þið sem sagt alltaf að keppa við hvort annað alveg? Já, við æfum saman og við bara, ég stýði hann í gegnum allt og hann stýði mig í gegnum allt og við fyrir morgunæfingar saman, það held ég að helsta æfingar sem við fyrir svona saman og eins og ég hef farið erlendis að keppa og þá hefur hann oft bara verið að stýða mig hérna heima og er bara svona fylgjast með. Það er mjög gaman. Nú er eiginlega keila ekki aðgengileg fyrir alla á landinu sem er náttúrulega frekar leiðilegt því að þetta er nú einn skemmtilegasta íþrótt sem þú getur farið í. Já, mjög gaman og líka fyrir alla aldurshópa. En hvað er svona framundan af þér? Þú ert eða ekki að fara á eitthvað út fyrir landsteinana eða ekki í aprílmánuði? Ég er að fara á Evrópumótið, en það verður haldið hér á Íslandi. Já. Og svo líklega þá fer ég aftur út seinna. Ég veit samt ekki alveg hvenær og ég veit ekki með hvaða félag ég er neitt þannig. En það kemur ljós. En já, ég er að fara að keppa í Evrópumótinu páskana ásamt 3 öðrum stelpum og 4 öðrum strákum. Frá bæði Keilufærinn á Akureyri og IR og KFR sem er í bænum. Þannig að það verður heilmikið æfingum í kringu það? Heilmikið. Þannig að má segja að annað heimilitt sé bara eiginlega Keiluhallinnar? Hvað sagðirðu? Annað heimilitt er sem sagt bara Keiluhallinnar? Já, foreldrar minni kvarta oft í því að ég oft er í salnum heldur en heima, þannig það kemur fyrir. En já, núna í febrúarmánuði þá fórst þú eða ekki að keppa út í Katar? Já. Já, á hvaða móti var það? Það var boðsmót þar sem Katar hafði boðið okkur til að keppa og ég komst inn í master og vinkonum mín Katrín Fjóla, hún náði bara mjög langt í mótinu og vann til verðlaunabæt master ekki master, heldur einstakakeppnina og svo í keppni þar sem farið var yfir í 3 efstu sætin. Svo lendum við í 5. sæti í tímareiknum, ég og Katrín og ég man ekki hvað strákunir hvernig þeim gekk, en allavega okkur gekk alveg nokkuð vel. Já, fyrsta sinn sem við keppum líka í Katar. Já, ég er nú einu sem keppti í Katar og þá náði ég 60-60, það er nú ekkert sérstakur árangur að keilumann að gera það. Það bara kemur. Já, það kemur, nákvæmlega. Það kemur, samt flott. Nákvæmlega. En hvað er það skemmtilegasta við að stunda keiluna? Ég held að það sé bara félagslífið. Það er svo margir sem bara, fólkið í keilunni er bara frábært og yndislegt. Og ef það væri ekki bara fyrir gott félagslíf þá væri maður ekkert í þessu. Já. Svo stuðningurinn er frábær, þjálfarnir eru yndislegir og svo er þetta bara skemmtileg sport. Já. Og allir geta að spila. Alveg saman á hvað aldri. Og já, það var náttúrulega Íslandsmótið, það fór fram minnum í byrjun febrúar eða ekki og já, það var meðal annars Grindur eða ekki yngsti Íslandsmeistarinn hjá kvenna eða ekki? Hún Hafdís Pála. Já, Hafdís. Hún fekk einhvern 300 leik. Hún er, ég held hún sé að vera 19 ára og er yngst. Þannig að framtíðin er björt allavega. Framtíðin er björt í keilunni, já. Já, nákvæmlega. Og en, já, svona í lokin áður en ég slepptir, já, þú væntanlega, maður heyri það á þeir að þú sést bara að verða 18 ára þá ertu greinilega búin að helga líðitt bara keiluvila. Já, þetta er alveg síkilegt. Já. En þú vinnur allan að þá alltaf við það ekki vinniðina í keilu eða þarft þú að nota lélegri hendina eða þegar þú fer svona með áhugamönnunum í keilu? Ég þau byrja mig oft að nota bara hina hendina mína og ég gera það aðeins og verða þau svo pirrað því að ég sé ekki að reyna svo mikið á mig, þannig þau bara gera það sem ég gerir vanalega og rústa þeim oftast. Já, nákvæmlega. Jóhanna Guðjónsdóttir, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og bestu þakkir og bara til hamingju með titlana bæði systkinin Gunnar Ingi og Jóhanna.
Takk fyrir það. Bestu þakkir. Sjáumst, bye. Já, ef við förum yfir helstu úrslit frá þessu móti þá í fyrsta flokki pilta þá var það Gunnar Ingi Guðjónsson, bróðurina sem sigraði það, Þorsteinn Henning Kristinsson í öðru og Benedikt Svavar Björnsson í þriðja, þeir báðir úr IR. Nú í öðru flokki pilta þá var það þannig að Ágúst Ingi Stefánsson sigraði og hann úr IR og svo var það Jökull Bæron Magnússon úr KFR og í þriðja sæti var Jón Ársæll Atlason úr IA. Og í öðrum flokki stúlka var það Helga Ósk Freysdóttir úr KFR, öðru sæti Guðbjörg Harpa Sigurðardóttir úr Þór, María Ragnhildur Ragnarsdóttir í þriðja frá KFR og í þriðja flokki pilta var það Einar Máni Danielsson úr KFR, Lárus B. Haldursson úr IR í öðru, Adam Geir Baldursson í þriðja úr IR og í þriðja flokki stúlkna það var Elva Rós Hannesdóttir IR, Málfríður Jóna Freysdóttir KFR í öðru og Dagmar Alda Leifsdóttir þriðja úr IR. Og í fjórðu flokki pilta var það Hinrik Óli Gunnarsson í IR, Guðbjörn Jósúa Guðjónsson úr KFR í öðru, Hlynur Atlason úr IA í þriðja og í fjórða flokki stúlkna var það Sara Bryndís Sverrisdóttir úr IR. Hafdís Eva Laufdal Pétursdóttir úr IR var í öðru sæti, Harpa Ósk Svansdóttir úr IA í þriðja og í fimmta flokki pilta var það Róbert Leó Gíslason úr IA, Tristan Máni Nínusson IR og Tristan Ísak Freyr Konradsson úr IA og í fimmta flokki stúlkna Svava Lind Haraldsdóttir KFR og í 8. flokki pilta var það Ágúst Ingi Stefánsson úr IA sem sigraði, Jökull Bæron Magnússon úr KFR í öðru, Jóhann Ársæll Atlason úr IA í þriðja og í 8. flokki stúlkna var það Jóhanna Guðjónsdóttir sem vorum að tala við hérna áðan úr IA, Helga Ósk Freysdóttir í öðru KFR og Elva Rós Hannesdóttir úr IR. Þannig þetta eru framtíðin í keilu en Íslandsmóti í keilu var einmitt haldið núna í febrúar og það var Hafdís Pála Jónasdóttir og Arnar Davíð Jónsson bæðu keilufélagi Reykjavíkur sem urðu Íslandsmeistara einstaklinga en þannig að Hafdís Pála og Arnar Davíð sigruðu í úrslitakeppni en Hafdís Pála sigraði Lindu Hrönn Magnúsdóttir og IR í 2 leikjum 161-160 og síðan 213-192 en Hafdís Pála yngsta kona sem vinnur Íslandsmeistaratitil í keilu og hún spilaði mjög vel mótið þessu og setti meðal annars Íslandsmet kvenna í einu leik þegar hún var fyrst kvenna á Íslandi sem náði fullkonunleik eða 300 pinnum 12 fellur í röð. Í þriðja sæti var svo Dagný Edda Þórisdóttir úr KFR en hjá kollunum var það mitt Arnar Davíð sem sigraði Stefán Klassen úr IR 1 í 2 leikjum og í fyrsta úrslita leiknum var þó jafnt á milli þeirra 214 og þurfti því að grípa til bráðabanna til að fá úr því skorið hver fengi stíð og Arnar Davíð náði fellu en Stefán fekk einungis 9 pinna og í öðru leiknum fór það svo að Arnar sildi þessu nokkuð örugglega heim en hann náði 235 gegn 168 og í þriðja sæti var svo Freyr Bragason og KFR. Þetta er glæsilegur árangur hjá keilufólkinu okkar hérna á Íslandi og við erum að verða betri og betri með hverju árinu og þessi stig eru náttúrulega lígileg, það ætti svona flestallir hlustendum hans hafa spilað keilu og hann að ná svona mörgum stigum eins og ég sagði við náðan 66 stig sem ég náði þarna síðast ég tók þátt í keilu en við ætlum að færa okkur aðeins út fyrir landsteinana og ætlum að hringja út til Bandaríkjanna næst. Það er Kristófer Eikóks, körfuknattleikmaður úr Vesturbænum sem er búinn að gera gott í bandaríska háskóla körfuboltanum. Liðið hans reynda fjall úr leik í gær eftir tap í undanúrslitum sín megin en hann er búinn að ganga búinn að eiga góða velgengni að eiga. Svo ætlum við að fara í 5 leika eftir það. Sell out with me, oh yeah, sell out with me tonight. The record company's